Tríó mánaðarins 1840 kall stykkið 3 stórar pítsur á sjóðheitu tilboðsverði ef þú pantar á netinu eða með appinu greiði fyrirfram og sækir Dominos Þá ætlum við að fara yfir byrjunliðin og við byrjum á liði gestana, augnablik. Númer 1 í markinu er Bryndís Gunnardóttir, númer 4
og nú skulum við láta í okkur heyra í stúkunni og hver sendur það áfram og við segjum bara áfram í já. Halló, já, góða kvöldi kæra áhorfendur, Örn Arnarsson heilsar ykkur hérna á IA TV. Við erum í smávælum vandræðum með myndavélina. Og þá skulum við krossleggja fingur og vona, nei, býtum við. Já, nú skulum við vona að okkar vandræði sé að baki. Örn Arnarsson heiti ég eins og ég kom inn á hérna rétt áðan. En já, mínúta liðin, en vonum að þessi byrjun hjá okkur hérna sé, já, fallir farar heill, segir einhverstaðar. En við erum hérna að fara að fylgjast með leik IA og Augnabliks í lengjudeild kvenna. Í beinni og opinni og ókeypis dagskrá á IA TV. Þannig það og þannig hefur það verið og þannig mun það verða. Nú, ef við bara rétt förum yfir að þessi lið mættust hérna fyrir stuttu síðan 1. maí. Þá sigraði Augnablik 4-2. En við kannski náum að fara yfir byrjunarliðin hérna áður en að þetta rýkur í gangi í heimalið þannig skipað. Númer 1 Anita Ólafsdóttir markvörður og númer 10 Bryndís Rún Þorvaldsdóttir fyrir liði. Síðan Anita Sól Ágústsdóttir númer 5, númer 6 Eva María Jónsdóttir, númer 7 Erla Karitas Jóhannesdóttir, númer 8 Sigrún Eva Sigurðardóttir, númer 9 Róberta Lilja Ísolsdóttir, númer 14 Dana Joy Sheriff, númer 17 Védís Agla Reynisdóttir, númer 24 Dagný Halldórsdóttir og númer 26 Þorgerður Bjarnadóttir. Já, það er orðið svolítið síðan að þetta COVID ástand allt saman búið að vera að trufla fótboltana eins og flestir vita, en nú þetta farið að rúlla og vonandi, og við náttúrulega orðnir pínur ryðgæðir, en það verður fljótt að líða í burtu, líða af okkur. En Augnabliksliðið þannig skipað. Númer 1 í markjun Bryndís Gunnarsdóttir, fyrirliði Hugrún Helgadóttir, númer 6 Brynja Sævarsdóttir, númer 4, númer 9 Viktoría Pála Sabito, Viktoría París Sabito, númer 11 Vigdís Lilja Kristjánsdóttir, númer 15 Írena Héðinsdóttir González, númer 18 Eyrún Vala Harðardóttir, númer 19 Birna Kristín Björnsdóttir, númer 23 Margrét Lea Gísladóttir, númer 28 Eydís Helgadóttir og númer 77 Hildur Lilja Ágústsdóttir. Og þessi leikur fer svona tiltölulega rólega á stað. Augnablik með gríðarsterkt lið, hefur haft ágætis tak á IA. Gott að það unnu ekki báða leikina í fyrra, en IA reyndar, ef ég man rétt, sigraði leik þessara liða í Mjólkurbikarnum. Hér Augnablik sem að sækir og það kemur skota að markinu og það í slánn og niður, en aðstoðdómarinn ekki vel staðsettur en dómarinn dæmir mark. Hver var það sem átti þetta skot? Ég held að þetta hljóta að vera rétt. Við sjáum kannski hæga endursýningu að þessu á eftir. En aðstoðdómarinn gaf ekkert merki. Við getum fengið að sjá þetta einu sinni enn og aðeins hægar. Sjáum það, en leikurinn kominn í gang aftur. Þetta ekki góð byrjun fyrir Skagaliðið. Skagaliðinu ekki spáð góðu gengi í sumar. En við sjáum þetta kannski, gefum teknimönnunum smá tækifæri til þess að stilla þetta allt saman af, en leikurinn kominn í fullan gang. Védís Agla vinnur boltan hérna. Ég held þetta hafi verið leikmann númer 11 þarna, Vigdís Lilja Kristjánsdóttir, sem átti þetta skot og á þetta mark skráð. Bryndís stingur honum upp í hægra hornið
þar Róberta. Róberta snýr, fer á vinstri fótinn, nær fyrirgjöfinni. Já, þetta samt skallað frá af Blikum. Ég ætla bara að kalla þær Blika hérna. Þetta vensla lið við Breiðablik. Fín baráttu hérna á Evu. Þá koma þær gestirnir, sendingin inn fyrir. Það Viktoría, en Anita kemur út úr markinu. Þessi sending frá Bryndís ekki nógu nákvæm. Og þá koma þær tilbaka. Viktoría reynir sendingun inn fyrir, tekst ekki. Það Anita Sól sem að reynsir þetta frá. Róberta. Vantar hérna smá hjálp, fær hana hjá Védísi Öglu, Védís aðþrengd. Og það markaskorarinn Vigdís Lilja sem að hirðir af henni boltan. Kemur skiptingin yfir og skallað af Viktoríu beint á Dagnýju. Þetta ágætlega spilað. Þorgerður tilbaka á Dagnýju. Dagný hikar aðeins hérna, pressa á hana. Sigrún fær boltan, missir hann frá sér en vinnur innkastið. Þá fáum við að sjá þetta eftir hérna hægt. Þetta feikilega gott skot, sláinn. Jú, þetta vel fyrir innan. Já, ég segi ekki vel fyrir innan, þetta fyrir innan. Maður sér í gras hérna á milli bolta og línunar. En Anita með hendur í boltanum samt. En þetta mark Vigdísar Lilju Kristjánsdóttur skilur liðina að hérna. Sigrún vinnur boltan. Fær hann aftur frá Þorgerði. Erla Karitas leggur á stað upp í hornið. En mikið kaplað hérna. Hildur hefur betur og setur hann út fyrir. Já, eins og áður sagði í liðinu ekki spáð góðu gengi fyrir sumarið og við vonum að sjálfsögðu að sú spá rætist ekki. Það hafa verið í baráttu undanfarin ár og gott að það var ekki í 8. sæti í deildinni bæði eða 2 síðastliðin ár. En maður hefur ekki að trúa því, þetta hæg en örugg uppbygging. Fín barátta hérna. En Skagakonur ná að halda pressunni. Védís pressa á hana, kemur hann aftur á Bryndísi. Bryndísi hann lyftir þessu í áttina að vítategnum. Þannig vilja þær fá hendi, fá ekki. Það var Deina Sheriff í baráttunni. Það er ætla að svara fyrir þetta mark. Allavega er ekki þetta saka viljaleysi hérna mínúturnar eftir þetta mark. Kemur hrinding hérna á bakið á Deinu Sheriff og aukaspyrna á hættulegum stað sem að Skagaliðið á. Kemur spyrnan inn á teiginn, yfir Evu, skalla frá og það hirða annan boltan, Blikarnir. Vigdís Lilja með flotta sendingu aftur upp í hægra hornið. Það Margrét Lea komin að teignum en fyrirgjöf hennar er allt og aftarlega fyrir Eydísi. Og Sigrún Eva finnur Dönu. Ágætlega gert hjá henni. Vantar stuðning, finnur Sigrún aftur. Hún með fínan bolta hérna inn á Bryndísi. Bryndís læður þessu inn fyrir Erla Karitas er rangstæð. En fín staða hérna sem að Skagaliðið ná að koma sér í. En Erla Karitas aðeins óþolinmóð að hlaupa inn fyrir. Sjáum hérna, hún er rangstæð alveg klárlega og vel dæmt þarna. Skagaliðið pressar hátt hérna og vinnur boltan. Róberta. Sjáum Evu Maríu hérna í bakvarðastöðu sem er nú ekki alvanalegt.
Bryndís finnur Sigrúnu. Sigrún læður honum hérna út til vinstri á Þorgerði. Nær hún að koma boltanum fyrir. Aðeins svikin hann á fyrstu snertingunni. Sigrún, hún fer bara í skotið á nærstöngina en máttlaust framhjá. Fín tilraun engu að síður. Ágætis færi í sjálfu sér. Ekki þetta sakast við hann að láta vaða hann. Sigrún, mikið í boltan núna. Bryndís. Erla Karitas nær að halda þessum inn á. Lyftur þessu inn á teiginn. Róberta nær ekki til boltans. Skalla frá. Sigrún fær annað tækifæri hérna. Aðþrengt. Eva María með fína pressu hérna og Védís reynir að finna Dönu. Nær ekki að finna hana. Blikum tekst ekki að koma boltanum almennilega frá og halda honum. En þá koma þær. Vigdís. Frábær vörn hérna á Anitu, rekur hana tilbaka. Þá geta þær aðeins að róa þetta. Kemur langur bolti fram á við en Anita sem fyrr vel vakandi. Við sáum það gera mikið af þessu hérna í fyrra í leiknum hérna sem að þessi lið spiluðu sem að Blikar unnu. Gerðu mikið að því að stinga boltanum hérna upp í hægra hornið. Gott að það var ekki einmitt Viktoría sem að var í því að eldast við þá bolta. En Skagalið búið að ná að verðast í þokkalega hingað til. Innkastið ekki alveg nógu gott, boltinn laus í miðjunni, Blikar ná að heyrða hann. Fín pressa frá Bryndísi en vel gert hérna. Eyrún. Viktoría nær ekki að halda boltanum þarna. Setti ekki frá Sigrún ekki nógu nákvæm. En fín pressa hérna hjá Skagaliðinu. Kemur innkastið, Vigdís nær ekki til boltans. Þorgerður vel vakandi þarna. En þá er það Viktoría París komin upp í hægra hornið. Nær fyrir gjöfunni og það er Vigdís sem að nær skallanum en hún nær ekki að stýra þessu í áttina markinu. Þær eru hættulegar. Fínasta fyrirgjöf. Vigdís fær hérna frítt hlaupinn á teiginn. Hefði eflaust viljað gera betur hérna. Dagný undir pressu. Erla Karitas skýlir boltanum vel. Og svo er hann svo fram en Dana var að bjóða sig. Þannig að það var enginn í þessu hlaupi. Ágætlega gert þarna hjá Eyrúnu. Setur hann bara í Erlu Karitas. Og út af. Eyrún. Það er að finna samherja en Erla Karitas tekur frákastið þarna. Dagný. Anita Sól undir pressu, losar hann fram á við. Róberta, nei, það er Védís sem hirðir upp annan boltan. Sendingin síðan fram á við, hittir ekki á samherja. Það eru 3 leikir í gangi í þessari deild núna. Væntanlega allir líkt á þessi í beinni á lengjudeildin.is. Það er FH Grótta. Það er staðan 0-0 eftir korterið og Víkingur Reykjavík 0, Afturelding 0. Það er staðan þar. Kemur sendingin inn fyrir Dagný, kemst fram fyrir Viktoríu þarna. Eins er verið að spila í Pepsi Max deild karla í dag. K.A. vann leikni Reykjavík 3-0 fyrir dag og staðan í leik Fylkis og KR eftir korter er 1-1. Hörku 4 þar. Eins er verið að spila í annari deild kvenna í kvöld en við getum svo sem ekki uppfært stöðuna þar en þar er KH og Hamara eigast og Fram og Hamrarnir. En okkar augu eru fyrst og fremst á þessum leik hér.
Og skaliðin að halda pressunni aðeins þó að skapa sér færi hinga til. Dana Sheriff missir boltan hérna að þrengt og þarf svo að síðan vinna Blikar innkast. Sjáum að margar gula treyjur hérna á vallarhelmingi Blika en þá að skapast pláss hérna fyrir Viktoríu, er hún ekki rangstæð þarna? Þarna hefði ég nú haldið hún væri rangstæð og nær skotinu, þetta er rétt fram hjá markinu. Það væri mjög fróðlegt að sjá stöðun á henni þarna, mér fannst hún vera klárlega fyrir innan þegar sendingin fór á stað. Sjáum hana hérna hægra megin á skjánum. Nei, sennilega er það Anita sem að spila hana rétt það en tilraunin vitlaus veigur á henni á boltanum hérna og snýst fram hjá markinu. Vigdís kemur þessu á Eyrúnu Völu, Eyrún séðan með fyrirgjöfina en þetta endar í fanginu á Anitu. Anita var hérna framalega í markinu í þessu atviki og hæglega hefðu Blikar geta komist þarna í 2-0. Anita spyrnir langt að þessu sinni. Dana undir hann, næra fleytunum áfram en Eyrún kemur hún sen á Viktoríu. Viktoría reynir að finna Vigdísi, gengur ekki. Hann vinna boltan aftur. Dana búin að vinna hann aftur fyrir Skagan. Mikil barátta hérna, mikil klafs. Vigdís hérna með pláss til að hlaupa í Dagný í lassendinguna. Og síðan er það Anita sem að reynsar hann fram. Erla Karitas ekki rangstæð núna. Sækir að markinu, þarna fer boltinn í hendin alveg klárlega á leikmanni númer 77, Hildur Lilja. Óvart vissulega en klár hendi og aukaspyrna á fínasta stað hérna. Spurning, já, mér sýnist Sigrún Eva vera að labba í áttina þessu spyrnu sérfræðingu, sjáum þetta aftur hérna. Erla gerir þetta vel, er að potunum hérna inn fyrir. Alveg spurning hvort að þetta hefur töluverð áhrif á framvindu leiksins. Spurning hvort að Erla Karitas hefði hérna komist inn fyrir og í færi og þá myndi þetta klárlega verðskulda gult spjald en það er erfitt að meta, skiptir ekki öllu máli. Sigrún Eva klár hérna Dagný, við sjáum að Dagný er laus hérna vinstra megin en hún fer í skotið beint í varnarvegginn. Dagný síðan aftur á Sigrúnu, þær koma þessu frá, vildu fá hendi aftur, þetta var ekki hendi held ég, Védís með skotið í varnarmann, Dagný með skotið í varnarmann, boltinn rekkur fyrir Erlu Karitas. Erla reynir að snúa, hefur ekki tíma til þess. Sigrún pótar hann fram hjá Viktoríu en þær reynsa þetta síðan langt fram. Vigdís eldir þetta en Anita finnur nöfnum sína hérna. Og Védís tilbaka á Dagný sem að setja hann út á Þorgerði. Þorgerður gerir þetta vel, kemst fram hjá Viktoríu. Ætlar hann að halda áfram hérna hlaupinu. Finnur Erlu Karitas, þetta er vel spilað. Hún fer síðan í skotið en þetta er ekki langt fram hjá. Fínasta tilraun hjá Erlu Karitas. Þær eru að færast nær þessu Skagakonur. Fínasta upplöp hérna hjá Þorgerði. Sendingin hérna hárun ákvæm á Erlu Karitas sem að snýr og en er ekki að stýra þess á markið. Staðan ennþá 1-0. Sending upp í hægra hornið. Viktoría nær að halda þessum inn á væntanlega. Þorgerður nær að trufla hana en gefur innkast. Skalið búið að ná að fínni pressu en Blikar búnar þó að vera nærði að skora annað mark og minna reglulega á að þær eru stórhættulegar í þessum röðu upplöfum. Dagný fleytir þessu áfram, Anita Sól losar hann fram beint á Brynju en hún missir hann, Védís gerir vel. Védís Agla fer hérna út til vinstri. Vantar hjálp. Tilbaka á Þorgerði, Þorgerður fram á Dagný Sheriff, hún með fína hugmynd þarna en aðeins og framalega fyrir Védísi.
Viktoría snýr vel á Védísi hérna, reynir síðan stungusendinguna en Aníturnar tvær hérna alveg með þetta. Anita Sól náði að stíga Margréti Leifur þarna út. Dagný losar þetta upp í vinstri kantinn en ofutalega. Ekki dæmt hér eða hvað, nei, Anita Sól læður þessu fram á Þorgerði. Þorgerður undir mikilli pressu, frábær pressa hérna hjá Vigdísi Lilju, en Þorgerður gerir líka vel. Vinnur boltan bara tilbaka, Erla Karítas. Reynir stungusendinguna, Róberta var hérna í hlaupinu, en vel lesið. Kannski full óþolumóð hérna, Erla Karítas. Sigrún bauð sig hérna á miðunni. Vigdís, en Bryndís hérna búin að næra að stoppa hana. 20 mínútur rétt rúmar liðna, staðan ennþá 1-0 fyrir Blika. Og rangstaða dæmt hér á Vigdísi. Dagný losar þetta langt, Dana reynir að fleyta þess áfram, tekst það. En beint á fyrirliðan, Hugrún setur hann út á Birnu. En Skalið búið að vinna boltan aftur, Sigrún á Deinu Sheriff. Fyrst snúningur hjá henni, Védís með nóg pláss hérna. Védís fer út til vinstri, komir 1-4, reynir síðan að læða honum í gegn, en þá öll hlaup farin annað. Eva gerir þetta vel, nær ekki að finna samherja eins og þar. Margrét á Birnu, en sendingin frá henni, ekki nákvæm. Róberta skiptir yfir, Erla Karítas nær ekki til boltans. Viktoría með fína snertingu þarna. Reynir síðan að stinga honum upp í hægra hornið, þar er það Vigdís sem að eldir. Vigdís komin inn á teiginn, leggur hann tilbaka á Viktoríu. Viktoría fer í skotið, en þetta er framhjá og markspyrna dæmd. Fínasta upplaup hérna enn og aftur upp hægra megin. En það er nú Anita sem að gerir vel í að loka á þetta skot. Hildur snýr hérna, reynir sína, losa hann fram. Þetta er einfalt fyrir vörðinni á Ía. Dagný tilbaka á Anitu. Anita, Bryndís, þetta er pínu leikur að eldinum hérna. Anita losar þetta svo fram á við. Brynja skallar það tilbaka. Gætlega gert, en vel gert þarna hjá Anitu Sól. Nær að stíga út. Þjálfara Skaman að vilja fá bara langa markspyrnu hérna frá Anitu. Fer út til hægri, beint á Blika sem að ná þó ekki að halda boltanum. Erla Karítas var nú rangstað sýndist mér, en ekkert dæmt. Komst ekki í boltan. Védís með fína snúning. Lyftur þessi fyrir Róberta Lilja, vill fá hann inn fyrir. Róberta Lilja komin í dauðafæri. Róberta er dæmt rangstæði þarna, ég er ekki viss. En skotið rétt fram hjá stönginni. Fínasta tilraun hérna. Fínasta hlaup hérna, sjáum, fylgjumst með Róbertu. Védís, varnarlínan stígur upp, en þetta er mjög tæft. En sendingin frá Védísi og hlaupið
mjög gott hjá báðum aðilum hana. Bryndís vinnur boltan. Spurning hvort að svona lag samt færir þeim örlítið sjálfstraust heimakonum. Kemur sendingin inn fyrir Anita Sól, er á undan Vigdísi í boltan. Kemur honum á Anitu í markinu. Anita Sól skiptir hérna inn á miðsvæðið en Blikarnir vinna hann. Írena tilbaka á Hugrúnu sem að skipti síðan yfir á Eyrún Völu. Hún á Viktoríu. Viktorían er ekki að komast fram í Þorgerði. Védís hafði nú meiri tíma en hún gerði sig grein fyrir þarna. Kemur stungusendingin fyrir Margrét Lea Gísladóttir komin inn á tegin. Horfir upp. Kemur hann aðeins og háan fyrir Vigdísi þarna. En enn og aftur eru þær að ná að skapa hættu hérna hægra megin. Sjáum svæðið sem að Þorgerður stígur svolítið hátt upp hérna sem er eflaust. Hún fylgir vel með í sóknarleikin en þá skapast þetta pláss fyrir aftan hana sem að skapast síður kannski fyrir aftan Evu Maríu hægra megin sem er ekki eins sókndjörf. Búið að skora í Víkinni. Afturvelding komnar yfir 1-0 gegn Víkingi Reykjavík í lengjudeildinni. Ennþá staðan 1-1 hjá Fylki og KR í Pepsi Max. Kannski nota tækifærið og minna á það að á föstudaginn klukkan 19:15 þá er í beinni hjá okkur á IATV leikur Kára og KVAF í annarri deild karla. Og allur bolti farinn að rúlla og önnur deildin stórkostlega skemmtilega svona alla jafna. Og Kári alltaf góð skemmtun. Dana Sirif nær þessum bolta, reynir að snúa, gengur ekki. Spila tilbaka Margrét, síðan kemur langur bolti, Vigdís og Dagný. Vigdís nær að komast inn fyrir Dagný hérna og Dagný fellur illa við, sýndist mér að lendi illa hérna en hún er staðan á fætur sem betur fer. Boltinn berst til Viktoríu. Hún í fyrirgefa stöðu, fær nógan tíma til að stilla honum upp hérna, setur hann yfir á fjær, síðan kemur skallinn hátt og auðvelt fyrir Anitu í markinu. Enn einn hérna fyrirgjöfum frá hægri. Eva María vantar smá hjálp. Þegar að Blikandi pressa þá pressa þær vel og gera skagaliðinu erfitt fyrir að finna samherja. Eva losar þetta langt, skallar tilbaka af Hugrúnu, boltinn tilbaka. En Persíana á Vigdísi, Anita, nei það er Eva María sem að nú virðist nú taka hana niður hérna en er engungu innkast dæmt. Eva kastar þessi inn á Róbertu, Róberta nær ekki að snúa, Birna gerði þetta vel. Brynja losar hann yfir til hægri en núna er Þorgerður á sínum stað. Reynir að skýla honum út, gengur ekki en tæp sending hérna og Viktoría er að komast í dauðafæri. Anita gerir þetta virkilega vel hérna í markinu. Þetta var nauðsynlegt inngrip. Þarna var slök sending tilbaka frá Þorgerði. Dauðafæri sem að Viktoría komst í þarna. Fín pressa þarna hjá Dönu Sherif. Dönu Sherif fær síðan sendingun upp í horni en hún er aðeins svo löng.
Birna kastar sér fram á Margréti. Margrét missir hann langt frá sér hérna en nær honum aftur. Og þá Hugrún úti vinstri. En Védís Agla vinnur lausan bolta hérna á miðjunni. Dagný losar hann hátt og langt. Dana vinnur skallan. Róberta reynir að finna Sigrúnu, gengur ekki. Bryndís. Það er að reyna að skipta hérna úr Erlu Karitas. Gengur ekki alveg. Boltinn fellur til Dönu Sheriff sem að fer í skotið. Það er beint í Hildi. Sigrún. Á Evu. Eva með sendingu inn á miðsvæðið. Þetta er gríðarleg barátta hérna. Boltinn berst á milli liðana alveg reynd trekk í trekk. Þorgerður með smá pláss hérna. Sendingi frá hann ekki nægilega góð. Vigdís með fína snúning. Vel lesið þannig á Evu Maríu. Vigdís nær boltanum aftur. Írena yfir til hægri beint á Þorgerði. Erla Karitas hefur tíma til að snúa hérna. Setja hann tilbaka á Bryndísi. Bryndísi hann út til hægri. Védís skallar hann tilbaka en nær ekki að finna Evu Maríu sem þar var. Hugrún hikaði, nei Þorgerður hikaði nú aðeins þarna en náði honum. Sendingin beint í Hildi. Viktoría reynir að læða honum hérna inn fyrir. Dagný les það. Margrét Lea við það komast í boltan. Dagný er að komast út fyrir. Kemur innkast yfir á Eyrúnu. Frábær snerting hérna á Vigdísi. Mátt okkur því að Vigdís þessi er fædd árið 2005. Kemur færi, fínn varnarleikur hérna en boltinn beint á Viktoríu. Viktoría nær fyrir gjöfinni og þetta skot ofan á markinu. Og svona til að setja það í samhengi sko, þá er 2005 er árgangurinn sem er í 10. bekk. Þannig að það er greinilega efnilegur, ungur og efnilegur leikmaður á ferð. Kannski þess verið að leggja nafnið á minni fyrir seinni tíma. Bryndís vinnur boltan á Dagný. Dagný út á Þorgerði. Þorgerði er nú með smá pláss hérna. Erla biður hann upp í hornið. Sendingin ekki nógu nákvæm. Og innkast. Gert hjá Þorgerði, skallar hann hérna beint á Dönu Sheriff. En hún hefur gríðarlega lítinn tíma á boltanum. Frábær snúningu á Margréti. Margrét séð með sendingun upp í hægra hornið og þá er það Vigdís Lilja sem að eldir. Það er komið inn á teginn. Leggur hann út. Viktoríu átti að fá þennan. Dagný las það. Írena á Vigdísi. Frábær í taktar hérna hjá Vigdísi. Þorgerður kemur hérna upp vinstra megin. Viktoría á eftir henni. Snýr. Mikil. Hún pressar stíft á hana hérna. Lyftir þessu yfir á Anítu Sól. Aníta aðþrengd. Boltinn best á Bryndísi sem að skiptir hún síðan yfir á Evu Maríu. Eva María með smá tíma hérna. Setur hann í fætunar á Dönu Sheriff sem að missir hann frá sér. Birna er að læða sig hérna fram.
völlinn. Sendingin ekki nógu góð. Þorgerður tilbaka á Anitu. Erla Karítas ekki alveg nógu vel á tánum hana. En Eyrún missir boltan út af 10 mínútur eftir af fyrri hálfleik. En það bara þetta mark hjá Vigdísi Lilju Kristjánsdóttur sem að skilur liðin að. Blikalið búið að vera nærið í að bæta við heldur en í að jafna. Dana með nóg pláss núna. Fer á stað. Komin hérna upp, nálgast vinstri hotfánan. Komin upp að endamörkum, nær þessu fyrir eða hvað, en þetta er beinta í fangið á Bryndísi í markinu. Hugrún ber boltan upp á Hildi. Nei, Brynju fyrirgefði. Hún missir boltan. Erla Karítas í færi með skot og þetta er í stöngin út. Þvílíkt skot hjá Erlu Karítas Jóhannesdóttur hér. En heppnin ekki með henni. Þá sækja Blikar í staðinn. Vigdís reynir sendingunni fyrir en gengur ekki. Eva María las það vel. Eva skiptir honum yfir. En þessi bolti beint á Eyrúnu. Eyrún síðan reynir að koma honum á Viktoríu. Gengur ekki. Boltinn út til hægri og þá fer hann út af. En þá fáum við kannski að sjá aftur þetta skot hjá Erlu Karítas. Þvílík neglamaður í skeytin hreinlega. Óheppinn þarna. En Skaginn gríðarlega nálægt að jafna þennan leik. Kemur sendingin upp í hægra hornið enn eina ferðina. Þorgerður nær að komast inn fyrir Viktoríu. Viktoríu ennþá með boltan hins vegar og reynir að komast upp að endamörkum. Gerir það en sendingin fyrirgjöfin fyrir aftan. Aftur fyrir endamörk. Það er komið mark í þriðja leikinn. FH komnar yfir gegn Gróttu í Krikanum. Og enn er staðan 1-1 hjá Fylki og KR. Höldum áfram að fylgjast með þessum leikjum sem er í gangi. Védís með fínan snúning þarna. Nær að finna Sigrúnu. Sigrún leggur hann upp fyrir Þorgerði. Dana með henni sem og Sigrún sendingin aðeins og framalega þarna. Fín barátta hjá Bryndísi og þetta var kannski aðeins of mikil barátta hjá henni. Brýtur hérna á Vigdísi Lilju. Smá vandræðagangur hérna í vörninni hjá IA. Eva María sópar þetta upp, kemur hún á Védísi. Védís síðan með sendingunni fyrir í áttina Erlu Karítas sem að reynir að komast hérna í gegn. Gengur ekki Sigrún. Eva með fína sendingunni inn fyrir Erlu Karítas. Nær boltanum, hún er með boltan í tegnum, snýr. Reynir fyrirgjöfina. Gengur ekki. Bryndís. Védís akla með henni hérna hægra megin. Fær boltan. Eva María. Lyftir þessu inn að teiknum, beint á Hugrúnu. Hreinsunni hjá henni ekki nógu góð hins vegar og það kemur skot frá Védísi en vel fram hjá markinu. Dagnýr kemur þessu bara beint tilbaka. Dana Sheriff reynir að fleyta honum áfram, gengur ekki. Hugrún hreinsar þetta frá. Dana nær að taka hann með sér hérna inn á völlinn.
Finnur Védís Öglu, Védís út til hægri á Róbertu Lilju sem missir stjórn á boltanum. Það er spurning hvort að Védís hefði ekki bara getað tíað upp í skot þarna. Þá koma Blikar, Védís vinnur vel tilbaka og hirðir hann af Eydísi þarna. Vigdís kom inn hérna vel tilbaka. Baka Værunu. Viktoría. Sendir hann aftur út til hægri en Þorgerður. Það er svo rólega þarna. Þorgerður finnur Deinu. Deinu eða Dönu, ég á alveg eftir að gera þau fyrir mig hvernig ég á að beygja þetta nafn. En það kemur vonandi. Þorgerður fær boltan frá Bryndísi, Dagný síðan losar þetta upp í vinstra hornið en yfir allt og út af. Viktoría fær hérna fullmikinn tíma finnst mér. Dagný les þetta vel og Anita lyftur þessu út til hægri, Birna skallar frá, beint á Védísi. Védís reynir að lyfta honum inn upp í vinstra hornið, fær boltan til sín aftur og reynir þá bara aftur. Erla Karítas eltir, það gerir Eyrún líka og kemur þessu frá með viðkomu í Erlu Karítas. Kemur innkastið, Þorgerður vinnur fyrsta boltan, Védís annan boltan, Sigrún þriðja boltan og svo kemur skot eða sending en það beint á Bryndísi. Dana Sheriff nær ekki að finna Róbertu þarna, full þröngt. Vel gert hjá Birnu en þetta endar út af Eva. Hugrún les innkastið. Ég held að sé óhætt að halda því fram að þetta eru tvö ansi jöfn lið. Bæði lið hérna hafa sýnt ágætis takta. Bryndís reynir að finna Erlu Karítas, gengur ekki. Það vantar svona fín pússerið hjá Skagaliðinu. Já, svo sem báðum liðum sem er kannski eðlilegt svona snemma á vorin. Svona vorbragur aðeins. Eva lyftir þessu inn á teiginn. Erla Karítas fær boltan hérna, nei. Eyrún nær að gera þetta vel. Kemur þessu frá í annarri tilraun. Bryndís vinnur boltan, kemur á Þorgerði. Þorgerður leitar inn á völlinn. Vel gert hjá Dönu Sheriff sem er að fleyta honum áfram hérna. Nei, það er augnablik leiðir í leiknum en ég ætla nú að segja það. Skagaliðið hefur verið síst verri aðilinn í þessum leik. Það hefði hæglega geta jafnað en ekki má gleyma því að Blikar hefðu alveg geta verið búin að bæta við mörkum einnig. Frábær snúningur hjá Róbertu. Róberta síðan á Dönu Sheriff. Hún er jafnan aðþrengd. Kemur sendingi frá Védísi yfir en þetta er hirt upp af Írunu. Kemur löng sending fram. Anita Sól reynsar það frá. Kemur hún á Sigrúnu. Sigrún út til hægri á Róbertu. Dagný lyftir þessu hérna upp vinstri kantinu. Erla Karítas var á leiðinni til hennar. Þetta fá hann í fætur hérna. Rétt tæp mínúta er eftir af fyrir hálfleik. Stór ef að verði miklu bætt við hérna í fyrirhálfleiknum. Leikurinn gengi mjög vel. Sigrún vinnur boltan hérna framan að. En
Frábær varnarvinna þarna hjá Margréti. Góður snúningur hérna. Sendingin ekki nógu nákvæm. Róberta, já þetta er þessi vorbragur. Þá er flautað til hálfleiks, staðan 1-0 hér fyrir Augnablik. Mark á 4. mínútu sem við kannski getum rifjað upp núna. Það virkar svo langt síðan. Vigdís Lilja Kristjánsdóttir skoraði það mark. Sjáum við hérna skot utan af velli í slána og niður og dómarar, já, og myndavélar held ég að verið sammála það að þetta var inni og þarna þar við sittur í hálfleik, en við munum taka okkur hlé ásamt leikmönnum hér í cirka 15 mínútur og komum aftur með síðara hálfleikinn hérna frá Norðurálsvellinum. Ekki fara fett.
Jæja, þá erum við komin aftur hérna á Norðurálsvöllinn á IA TV. Örn heiti ég ennþá síðan áðan og framundan er síðari hálfleikur hjá IA og Augnabliki. Staðan 1-0 í hálfleik. Mark Vigdísar Lilju Kristjánsdóttur skilur liðin að. Við erum búin að rýna í upptökunum af markinu. Þetta var mjög tæft en engu að síður var hann inni. Og sjáum, það sést hérna, þá er greinilegt að það sést í gras á milli hérna á milli marklínunar og boltans og það þýðir bara eitt að boltinn er fyrir innan. Það eru tíðindi úr Víkinni, síðari hálfleikur hafinn þar og staðan orðin 2-0 fyrir Aftureldingu og staðan ennþá 1-0 fyrir FH gegn Gróttu og engar breytingar sýnist mér á liðunum hérna í hálfleik. Með sigri er Augnablik að halda toppsætinu. Þeir voru nú, þetta er nú reyndar svona jafnara heldur en maður oft séð þetta. Augnablik var í toppsætinu fyrir leikinn en eftir einungis 2-1 sigur á KR í fyrstu umferð. Það dugir þeim til þess að vera á toppnum á meðan að IA tapaði fyrir Gróttu 2-1 í fyrsta leik, báðu leikinni 7. maí. En þetta er rétt að fara á stað og mögulega bara jöfn og spennandi deild framundan. En þá er búið að flauta þetta á og síðari hálfleikur hafinn, óbreytt lið báðum megin og við kannski náum að renna yfir það að Aníta Ólafsdóttir í markinu á IA. Aðri leikmenn eru nr. 5 Aníta Sól Ágústsdóttir, nr. 6 Eva María Jónsdóttir, nr. 7 Erla Karitas Jóhannesdóttir, nr. 8 Sigrún Eva Sigurðardóttir, nr. 9 Róberta Lilja Ísólfsdóttir, nr. 10 fyrirliðin Bryndís Rún Þórólfsdóttir, nr. 14 er Dana Joy Sheriff, nr. 17 Védís Agla Reynisdóttir, nr. 24 Dagný Halldórsdóttir og nr. 26 Þorgerður Bjarnadóttir. Augnabliksmegin er Bryndís Gunnarsdóttir í markinu, aðri leikmenn eru Brynja Sævarsdóttir nr. 4, nr. 6 er fyrirliðin Hugrún Helgadóttir, nr. 9 Viktoría París Sabido, nr. 11 Viktoría Lilja Kristjánsdóttir, nr. 15 Írena Héðinsdóttir González, nr. 18 Eyrún Vala Harðardóttir, nr. 19 Birna Kristín Björnsdóttir, 23 Margrét Lea Gísladóttir, 28 Eydís Helgadóttir og nr. 77 Hildur Lilja Ágústsdóttir. Mér láðist nú svo sem að í öllu stressinu hérna í upphafi, þar sem að tæknin var að gera okkur lífið leitt, að mér láðist að fara yfir varamannabekkina hjá liðunum og ég ætla kannski að gera það núna. Á bekknum hjá heimaliðinu er nr. 11 Erna Björt Elíasdóttir, nr. 15 Marey Edda Helgadóttir, nr. 16 Veronika Líf Þórðardóttir, nr. 18 María Björk Ómarsdóttir, nr. 22 Selma Dögg Þorsteinsdóttir, nr. 25 Lilja Björk Ólafsdóttir og nr. 27 Unnur Ír Haraldsdóttir. Hinum megin er nr. 2 Harpa Helgadóttir, nr. 3 Snædís Eva Krúger. Býtur við, hér er eitthvað að gerast. Dana fer í skotið en það er vel yfir markið. Hún minnir á sig þarna Sara Svanhildur Jóhannesdóttir, nr. 7 Þyrí Ljósbjörg Vilhelmsdóttir, nr. 8 Laufey Pálsdóttir, nr. 14 Þórildur Elín Ásgeirsdóttir og Sveindís Ósk Unnarsdóttir, nr. 22. Þjálfarar skagaliðsins er Aron Ímir Pétursson og Unnar Þór Garðarsson og hinum megin er góðsögnin Kristrún Lilja Daðadóttir
gott fólk, þeir sem að hafa einhvern tímann fylgst með kvennaknattspyrnu síðustu, 2-3 áratugina, vita hver Kristrún Lilja Daðadóttir er. Ákaflega dagfarsprúð einnig. En þá koma Blikar. Fín varnarvinna, býtu Marey Edda er hér komin inn á. Númer 15. Hún hefur leyst Þorgerði af, sýnist mér. Já, mér yfirsást þetta hérna. Marey Edda Helgadóttir mætti leiks. Þorgerður var í töluverðum vandræðum á köflum í fyrri hálfleiknum. Þær spiluðu mikið inn á bak við hana. Ýmist með hlaupum frá Viktoríu París eða Vigdísi Lilju. Og Unnur Ýr Haraldsdóttir líka komin hérna. Ég er alveg sofandi hérna. Unnur Ýr. Gríðarlega, ég ætla að segja það, gríðarlega mikilvægt fyrir skaðaliðið að halda sem allra lengst í leikmenn eins og Unnur Ýr, að hafa hana með þessum yngri stelpum. Og auðvitað Bryndísi Rún, það er svona Önnur fædd 94, hinn fædd 97, 97 og Anita Sól einnig. Það er að halda inni þessum reynslu miklu leikmönnum meðan þú ert að byggja upp. Það er bara gríðarlega mikilvægt. Eva María finnur Dönnu með fínan snúning og Unnur Ýr í skotið. Það er yfir markið. 2 skottilunir hérna á stuttum tíma. Við þurftum að bíða lengi í fyrrihálfleiknum eftir því hjá ÍA-liðinu. Hugrún pressa á hana. Sigrún pressar gríðarlega. Og hápressan hjá ÍA hefur verið að skila þeim ágætis árangri hérna í þessum leik. Marey finnur Védís út til vinstri aðeins og aftarlega fyrir Erlu Karítas. Þá kemur smá hlaupabraut fyrir Vigdísi Lilju. Hún kemst í boltan. Dagný til varnar. Nær skoti sennilega. Ég ætla að gefa mig það að þetta hafi verið skot fram hjá markinu. En Vigdís enn og aftur að vandræðum hérna í vörninni. Þröngt færi. Þetta er ekkert annað en skot. Dagný á Védísi, færir hann aftur. Erfið sending. Nær hún að halda þessu inn á, já, það gerir hún. Kemur hún aftur á Védísi. Védís inn á, miðin á, það er Dana. Sendingin frá henni ekki nógu góð en hún vinnur boltan strax aftur en tapar hann líka strax aftur. Margrét Lea setur hann inn fyrir í hlaupi og Eydís Helgadóttur sem að nær ekki að halda boltanum inn á. Já, það er óhætt að segja að það er svona nettur vorbragur á þessum leik en Anita að taka þetta stutt. Unnur Ýr með reynir að losa hann hérna upp. Finnur Sigrún Evu, Sigrún með áhugaverða tilraun. Eva séðan með langan bolta fram. Erla Karítas eftir. En Hildur Lilja kemur sér frá en beint á Sigrúnu. Bæði lið hafa átt á köflum erfitt með að halda boltanum innan liðsins. Svona vantar svona einhverja fín púsningu á sendingar og annað sem að kemur með leikaengunni. Ekki búið að vera mikið auðvitað af, já ekki mikið, það nánast ekkert af æfingarleikjum. Vel gert hjá Dönu, setur hann tilbaka á Unni sem fer í skotið. Þetta er í varnarmann, boltinn rekkur út, Bryndís nær ekki að komast í skotið. Viktoría kemur þessu frá. Boltinn berst hérna yfir Birna. Unnur Ýr, gríðarlega sterk hérna. Eva María kemur með henni en sendingin er slök. Vantar ekki viljan. Það er alveg klárt.
Skagi, nei, hennar bolt ekki, nei. Tekur Birna innkastið. Fær hann aftur frá Margréti. Fín sendingin inn á miðsvæðið. Dana Sheriff missir boltan hana að þrengt boltinn yfir á Viktoríu. Védís Agla gefst ekki upp, ekki Viktoría heldur. Það er að setja hann út á Eyrúni hérna. Eyrún kemur síðan með hann háan inn að markinu en aftur fyrir Dagný út á Marey. Marey, Viktoría pressar á hana, boltinn út af Erla Caritas, fær hann hérna. En í sendingu en þarna er engin samherji. Hugrún leggur á stað. Bryndís les sendinguna. Hugrún fær hann aftur. Kemur langur bolti frá Hildi Lilju. Á Eydísi, Eydís, Eva María þrengir að henni. Birna síðan með boltan inn á tegin og það er Vigdís í dauðafæri og hún var ekki rangstað þarna en Anita varði þetta. Vigdís Lilja í ákjósanlegu marktækifæri þarna. Frábær fyrirgjöf. Nei, hún er ekkert rangstað en erfitt að ná kraft í skallan, sérstaklega hún skallar hérna í þetta horn. Og nú talaði að skalla í gagnstætt. Það er meiri kraft í skallan. En það eru fleiri mörk í þessum leik. Það er svona allt sem að bendir til þess að við ættum að fá fleiri mörk. Það er allavega möguleikarnir eru fyrir hendi og þeim má öflust eftir að fjölga. Frábær pressa hjá Védísi. Védís og Eyrún í mikilli baráttu hérna og Eyrún er að koma þessu út af. Marey kastar þessu beint á Eyrúnu, fær hann síðan aftur. En overritt. Fara fleiri varamenn skaliðsins að hita upp. Tilbaka á Bryndísi, hún losar þetta fram á við. Viktoría lætur hann fara, hefði nú betur tekið hann fyrr. Marey vinnur boltan að henni. Marey finnur Védísi sem að reynir svo að læða honum hérna upp í hornið. Það vantaði hlaupið. Staðan fín pressa hérna. Það er að leika sér svolítið að eldinum hérna á köflum. Staðan orðin 2-0 fyrir FH gegn Gróttu. Og staðan Víkingar búin að minnka munin í 2-1 gegn afturheldingu á heimavelli. Staðan ennþá 1-1. Fylkir KR. Það var áhugavert. Boltinn út af hins vegar og innkast sem að skaga liðið á. Marey. Kemur þessu á samherja, sendingi síðan upp í hornið of löng og aftur fyrir kemur hápressan. Hildur kemur þessu á Eyrúnu. Eyrún hefur tíma, lyftir þessu fram með völlinn. Dagný setur nóga pressu þarna í bakið á Vigdísi. Ánest þó að brjóta á henni. Anita
Finnur Bryndísi hérna með þess að nú nær að snúa, setur hann út til vinstri og Védísi. Védís reynir stungusendinguna, Hildur fyrir. Védís fær boltan aftur en missir hann aftur. Írena og Védís fer á stað, þarna var hún aðeins og fljóta af stað. Eða sendingin kom aðeins og seint. Þær geta deilt það, stöllunar. Langur bolti fram. Birna kemur þessu á Eydísi. Eydís síðan upp í vinstra horni. Birna á flegi ferð. Birna Kristín Björnsdóttir nær þessum bolta. Þetta var vel gert. Kemur fyrirgjöfin. Anita grípur inn í þetta áður en að Vigdís kemst í boltan. Vel gert þarna á Anitu en fínt upphlaup hjá Blikum. Sjáum hérna öryggið uppmála hérna Anita Ólafsdóttir. Dæna Sheriff missir hann aðeins frá sér. Eyrún heyrðir á henni boltan. En Viktoría hefur haft svona seinni hlutan af þessum leik, haft minna pláss. Heldur hún hafði hérna í upphafi leiks. Boltin tilbaka á Hugrún fram á við, Bryndís í bakinu á Margréti, heyrðir á henni boltan og vinnur svo innkast. Frábær snúningur hjá Bryndísi, tilbaka á Daníu. Dagný skoðar möguleikana, finnur Bryndísi aftur, snúningurinn aðeins að svíkja hana þarna. Og fyrirhönnurinn Vigdís hirðir á henni boltan. Kemst fram hjá Evu Maríu líka, þá var það Anita Sól næst, hvað gerir hún? Næra stýr henni, Margrét Lea fær boltan, fer í skoti beint í Daníu, fær boltan aftur. Það kom að þessu frá. Brynja í skotið og Anita þarf að slá þennan yfir. Brynja Sævarsdóttir hérna með fínt skot, þetta myndi á markið í fyrri hálfleik. En Anita náði að slá hann yfir, slána þessu sinni. Fínasta skot hérna. Og Anita gerir þetta vel, slæra með annar í hendinni þarna. Sem hún hefði kannski svona eftir á að þegar hún áttar að skoða upptökuna að þessu. Hún reyndi að slá hann með báðum höndum í markinu. Hvort hún hefði betur gert það með annari, kemur boltinn inn á tegin. Anita berst fyrir þessu, kemst nú ekki gegnum Viktoríu þarna sem var fyrir inn, boltinn ekki út af. Skalið vill fá markspyrnuna þarna, koma þessu frá. Dæna Sheriff í mikilli baráttu hérna. Hugrún síðan leggur hann tilbaka á Birnu, fær hann aftur. Boltinn út á Eydísi, nei, þetta er á framalega fyrir hana. Eva losar þetta fram á við, Dæna Sheriff. Eltir þetta, hún er á undan Hugrún í boltan og vandar hennar stuðning. Komin inn á vítategin hérna, fer yfir á vinstri fótinn, nær ekki skotinu og þarna lendir hún í vondu samstuði við Hugrúnu. Heyrum að allavega yngri kynslóðin í stúkunni hefði viljað fá eitthvað meira þarna, ég er ekki viss um það. En hún er staðin á fætur, hann virkaði nú eins og hún lendi hérna eitthvað undarlega með fótinn undir sér. Það er spurning hvort þau eru með þetta, jú, fýt sprettur hjá henni hérna, Unnur Ýr með henni vinstra megin. Nei, ég held að þetta sé ekkert, en stálheppin í rauninni að meðast ekki þarna. Vinstri fóturinn virtist lenda eitthvað skringil undir henni þarna. Anita á Sigrúnu, þetta er vel spilað núna hjá Skagaliðinu. Eva kemur fram með boltan. Erla Karitas fyrir framanna, boltinn inn í áttina teiknum. Dæna nær ekki að gera sér matur þessu. Anita pressar á Vigdísi, Vigdís nær að snúa. En þá mætir Anita, Birna tekur frákastið. Fín pressa hjá Skagaliðinu, Sigrún snýr. Og Dæna vill fá hann upp í hornið, fær hann.
En Hugrún á undaninni og þá innkast upp við hornfánan hægra megin. Tæpur hálftími eftir. Skalið enn að fá innkast hérna. Erla gerir þetta vel. Að þrengt finnur Deinu. Hún að komast inn á tegin, leggur hann út í tegin og boltið hann á að koma þessu frá. Bryndís tekur frákastið. Setur hann á Unni. Unnur síðan út á Marey. Marey komin inn á tegin, leggur hann inn í tegin. Þetta hreinsa frá. En ekki lengur en á Védísi, Bryndís. Þéttur varnarmúr, allar hann að nema Vigdís Lilja. Og þetta endar bara í fanginu á Bryndísi. Vel skipulaðar í vörninni í rauninni. Það hefur gengið illa hjá í að opna þær. Það er helst verið skot fyrir utan teig sem hafa ógnamarki Augnabliks í þessum leik. Vigdís af stað, kemst fram hjá Evu Maríu, þá Anita til varnar og þær fá hornspyrnu. Veronika Líf Þórðardóttir tekur hérna hlaupið í átt að varamannabekk Ía. Spurning hvort að hún sé að fara að koma inn á. Margrét Lea sem að tekur hornspyrnuna. Eftir þessu út í tegin. Þetta kemur og bakspyrna. Þetta var ekki bakfallspyrna beint hjá varnar í axlinum Hildi Lilju. En fram hjá markinu. Dagný á Védísi. Védís kemur hún á Maríettu sem að reynir síðan að stinga þessu upp í vinstra hornið. En þetta er alltaf langt fyrir Unni. Þá skipting Veronika Líf Þórðardóttir að koma inn á fyrir Sigrúnu Evu. Sigurðardóttur sem að hefur átt fína spretti í þessum leik. Mikil barátta, unnið mikið verið að vinna boltan ofarlega á vellinum. Þá einhverja smá tilfærslur. Heyrðist mér Erla Karitas sett í fremstu línu. Spurning hvort að Veronika, hún nú svona alla jafna kantmaður. Hvort að séur hreinlega að fara í bæði Erlu og Deinu Sheriff saman tvær frammi, þá 4-4-2 eða eitthvað slíkt. Og Veronika komið þá bara hérna á hægri vænginn, sýnist það. Gamli skólinn 4-4-2, það var einu svona eina sem að menn kunnu. Það voru einfaldir tímar. Anita losar þetta fram. Veronika vinnur hann hérna Birnu. Hugrún les þetta vel og kemur hann frá. Veronika biður hann og fær hann. Gerir þetta virkilega vel. Kemur hann síðan á Deinu Sheriff. Nær ekki fyrir gjöfinni. Veronika nær ekki að komast í gegn það tvær hana en finnur síðan Deinu Sheriff. Boltinn síðan hérna hár inn á tegin, skalla frá Hildi. Védís ætlaði að taka hann í fyrsta, hitt hann ekki. Eva fer síðan í skotið hérna mjög löngu færi með vinstri. Beint í fangið á Bryndísi. Kannski getum skrifað þetta sem bara sendingu á fjær. Bryndís byrjar þessu langt, beint á nöfnu sína. Rún Þórósdóttur, Unnur Ýr. Reynir að lyfta þessu inn fyrir, gerir það. Erla Karitas, nær að halda þessu ná. Setur hann svo fyrir á fjær og þar Dana Sheriff. Nær ekki af almennilegu valdaboltan og Védís síðan í máttlaust skot með vinstri. Þetta Ía á ógna fyrst og fremst markinu með þessum skotum utan teigs. En
eins og við talum í körfunni, það er ekki há prósenta þau skotin að utan að lengra færi. Þeir eru að komast nær markinu. Bryndís gerir þetta vel, leggur hún tilbaka. Dagný lyftir hún síðan niður fyrir. Unnur Ýr, nær hún að taka með sér? Nei, gerir það ekki. Eyrún, en Unnur Ýr hérna með mikla baráttu. Skipting í vændum hjá Augnabliki. Og inn á kemur leikmaður númer 2, Harpa Helgadóttir. Viktoría París fer af velli. Átti líbra spretti hérna snemma leiks og ógnaði mikið, en hefur náðu að svara, finna svör við því Skagakonur. Sáði glitta í Kristrúnu Daðadóttur. Legend, ætla ég bara að segja. Leikmaður Gulladælis Breiðabliks hérna. Já, fyrir bara, ég veit ekki hvað maður á að tala fyrir hversu löngu síðan. Eva María fær hérna slæma byltu. En vinnur yngastið. Hörði af sér hún Eva María. Sennilega sá leikmaður í þessu IA-liði sem maður hefur séð blóðgaðan oftast. Ekki að sé verið að halda tölfræði slíkt. Fittsnúningur á Védísi hérna, færi aukaspyrnuna, vel dæmt. Ætlaði að sjá hvað kemur út úr þessu í hóni. Aníta Sól sem ætla væntanlega að lúra þessu svona sem næst vítategnum eða inn á vítategin. Kemur með hann hérna, það er Dana, nær að fleita þess áfram, Unnur Ýr eldir, en frábær varnarvinna hjá Eyrúnu hérna. Nær að stíga Unni Ýr út og Bryndís sópar upp. Sjáum við hvað hún, Eyrún gerir þetta í rauninni vel og Deina hérna með virkilega flottan skalla, en Eyrún kemur hann í veg fyrir að Unnur Ýr komist í algjört dauðafæri. Marey á Dönu. Kemur sendingin inn fyrir Aníta út úr teignum og er á undan Vídísi í boltan. Það mátti ekki tæpara standa. Og Dagný reynsar þetta svo frá. En Aníta, þetta er einn af hennar styrkleikum. Hún er ekki límd á marklínunni. Mjög duglega að reynsa upp svona þessar löngu sendingar sem koma. Fín skipting hjá Dönu yfir á Veroníku Líf. Veroníka kemur inn á völlinn, sérðu Erla Karítas er með henni hérna, fær boltan. Erla Karítas að nálgast markið og hann skorar! Erla Karítas Jóhannesdóttir jafnar fyrir IA! Þetta eiga er skilið, ég ætla bara að segja það. Frábærlega klárað hjá Erlu Karítas. Var nálægt í fyrri hálfleiknum þegar hún átti skot í samskeytinu út, en þarna brást þeir ekki boðalistin. Virkilega vel klárað. Ég var að hafa ágjörð að hún gæti mögulega verið að lenda í rangstöðu af því að sendingin var ekki alveg komin, en það er Hugrún sem að spila hana rétt stað og hún á aldrei möguleika. Bryndís 1-1. Nú er bara leikurinn hafinn. Þetta verður fróðlegt að sjá framhaldið hérna. 20 mínútur ennþá eftir. Unnur Ýr á flegiferð hérna, leggur hann inn fyrir Erla Karítas á flegiferði eftir þetta, en Eyrún er líka snögg og kemur þessu frá. Erla Karítas reynir að koma sem tegin, gengur það svo sem, en Hugrún kemur þessu séðan bara frá. Það eru í
svona nokkrum vandræðum núna blikarnir. Marey reynir að finna Dönnu, gengur ekki. Enn hún að leita henni, sér hana. En nær ekki að koma boltanum á hana ennþá. Erla Caritas kemur hún tilbaka á Marey. Marey síðan inn á teginn, þetta er óvinnalega og siglir aftur fyrir. Ennþá í rauninni fullt eftir líka á bekknum fyrir IA. María Björk Ómarsdóttir og Selma Dögg Þorsteinsdóttir, Erna Björt Elíasdóttir, þetta eru allt saman leikmenn sem að geta búið til mörk og geta skorað mörk og breytt leiknum. Ég ætla ekki að gera mér upp það að ég viti eins mikið varamannabekkin hjá Augnabliki. En eflaust eru þar einnig að finna leikmenn sem að geta gert því sama, en Védís Agla hérna. En innkast dæmt. Sýnst nú Védís hafa dottið úr skónum hana í þessu ati. Já, koma allavega 2 af varamönnum Augnabliks hérna að varamannabekknum úr uppbytun. Ég veit ekki hvort að því þeir sé að koma inn á. Innköstin komin hana upp á hotfána. Nei, þær eru að fara bara tilbaka. Varamennir, þannig að þeir eru með eitthvað að bíða eftir því. Marey finnur hérna loksins Dönnu. Kemur boltinn inn á teginn frá Bryndísi. Erla Caritas nær að taka niður, leggur hann tilbaka á Dönnu, sem nær ekki valda boltanum. Unnur Ýr tekur frákastið, setur hann yfir til hægri á Evu Maríu. Eva út á Veronika. Fyrsta snertingin ekki alveg nógu góð. Anita Sól hérna undir pressu, finnur þá Bryndísi Rún. Blikalið allt tilbaka. Unnur Ýr leggur hann til hliðar á Marey, fyrirgeði. Blikar ná að losa pressuna aðeins hérna. Vigdís snýr út á Birnu. Birna aftur inn á völlinn. Svo Margrét Lea komin í fremstu vílinu. Vigdís meira svona búin að færa sig aftur á völlinn. Þá er það Margrét, boltinn inn á teginn. Bryndís kemur þessu frá. Þá er það komið að Blikum að pressa. Vel gert hjá Bryndísi, vinnur boltan hérna Vigdísi. Fær hann aftur hérna svo. Védís nær að snúa, setur hann út á Evu Maríu. Spilamennskan að batna jafnt og þétt eftir sem að líður á leikinn. Þannig að tilbaka á Védís Öglu. Védís fer á stað, Marey fer á stað líka upp vinstri kantinn. Bryndís sér það. Marey að komast inn á vítateginn, tekur snúninginn. Setur hann svo inn á teginn, þar er Dana, missir hann undir sig. Og ég er búið að vinna boltan aftur. Eva María með tæpa sendingu, en þetta bjargast nú allt saman. Védís aftur tilbaka á Evu Maríu. Anita á Daníu. Unnur pressar hérna. Þarna kemur ágæti spilta hérna. Hildur svona smá vandræðagangur hérna. Dana tilbaka á Védísi. Védís nær að snúa. Já, IA með undirtökin í leiknum núna þessar stundina, búin að vera svona megnið af síðari hálfleik. Blikar ekki náð að vera eins ógnandi í síðara hálfleiknum eins og það voru í þeim fyrri. Það verður bara að segjast eins og Unnur Ýr snögg á boltan hérna. Marey skiptir yfir á Anitu Sól. Anita
lítur upp, Veronika með fullt af plássi hérna úti hægra megin, en sendingin beint á Birnu. Harpa missir hann frá sér, Dæna inn á Erlu Karítas sem hann missir að næri ekki að taka hann með sér inn fyrir óöppin þarna. Og lifna við stúkan hér. Já, þá Veronika Líf fær smá tíma til að nýta skóðfeng hér. Prúðmannlega gert af dómaranum að leyfa það. Kemur langur bolti fram beint á Evu Maríu sem að hreinsar hann bara beint tilbaka. Hugrún rekin tilbaka. Eva, ætla hann sér nú að vinna innkast þarna, náði því ekki. Harpa Helgadóttir pressaði á hana. Það náði að komast hjá því að fá boltan í sig. Kemur Hugrún með boltan fram beint á Evu Maríu. Þetta er orðið svolítið smá þolinmæði í þessum löngu boltum hérna hjá IA núna. Þetta nýta sér betur hraðan og tæknina sem að þær Veronika Líf og Unnur Ýr hafa á sikkurum vængjónum. En Harpa nálgast teginn. Bryndís Rún eltir hana. Kemur með hann fastan fyrir og þarna er bara má litlu muna. Marey kemur þessu frá. Vigdís hirðir hann upp fram hjá Védísi. En sendingin svíkur hana. Fær hann aftur þó frá Marey. Og út til hægri á Eydísi. Eydís með boltaninn á teginn. Írena fær allt of mikinn tíma þarna, svo Vigdís í skotið en það er beint á Anítu. Þetta var betra hjá Blikum. Já. Bryndís tilbaka á Anítu. Aníta losar þetta fram á við. Erla Karítas er rangstæð. Allavega flögguð. Þegar nánast nákvæmlega 10 mínútur eru eftir að venjulegum leiktíma. 1-1 staðan. Og mikil spenna. Staðan 3-1 fyrir FH gegn Gróttu. Í lengjudeild kvenna. Margrét með fínan snúning, sendir hann út til hægri. Kemur boltinn inn á teginn. Harpa nær ekki að komast fram fyrir Evu. Eva gerir þetta vel, hefur nógan tíma núna hérna. Kemur langur bolti upp í hægra horni. Hugrún hreinsar það frá. Þá styttist í skiptingu hjá Blikum sýnst mér ennþá eiga Skagakonur varamenn á bekknum sem að gætu hæglega breytt leiknum eins og ég fór yfir áðan. Eva nær ekki að koma boltanum á Veroniku. Aníta losar þetta fram á við. Skalla frá af Eyrúnu. Hildur sér hann að hlaup frá Margréti. Hún sendingin ofinnalega. Eva er langan bolta fram, þessi er oflangur. Þetta er ekki að skila nógu miklu. Hún þurfa að spila sér nær. Hugrún með tæpa snertingu þarna, kemur hún þó á Birnu. Birna kemst fram hjá Veroniku. Bryndís lokar á hana, setur hann tilbaka hann á Vigdísi. Nei, þetta er ekki Vigdís, þetta er hún hérna Brynja. Írena út til hægri á Eyrúnu, erfið sending. Þetta er svona, eins og ég segi, þetta er vor bragurinn í hnotskurn.
Það er leikmann númer 7 hjá Augnabliki sem er á leiðinni inn á Þyrí Ljósbjörg Vilhelmsdóttir og kemur inn á í staðinn fyrir Eydísi Helgadóttur, sýnist mér, sem er að fara út á hérna hinum megin. Þyrí Ljósbjörg Vilhelmsdóttir mætti leiks. Erla Kardas fær hann úr kastinu, nær ekki að snúa. Og það er Þyrí. Á Margréti. Margrét skiptir til vinstri á Birnu. Á Vigdís. Á Margréti fær hann það upp í hendina en hefur svo sem ekki mikil áhrif. Harpa. Sendingin inn fyrir á Vigdísi. Vigdís setur hann aftur út í teginn og frábær vörn þarna hjá Mari Eddu en boltinn er ennþá laus. Kemur skot síðan frá Þyrí, varamaðurinn gerir sig gildandi strax hér. Og Bryndís Rún Þórólfsdóttir fær hérna tiltal. Hún var ekki sátt, það var augljóst mála að boltinn fór í hendina á henni þarna. En hérna sjáum við þetta skotið fast en allt og hátt. Ég hef það einhvern veginn á tilfinningunni að næsta mark bara skeri út þennan leik. Að það verði ekki, ef það verður mark, þá verður það ekki fleiri en 1. Og gríðarlega mikilvæg stigi í húfi hérna fyrir, ég ætla að segja fyrir Skagaliði sérstaklega að koma sér á sigurbraut. Svaka tækling hérna hjá Unni Ýr og hún liggur eftir það sjálf. Unnur Ýr staðinu upp, án aðlýningar, haldrar þetta af sér. Held að það séu að verða tilbúnar 2 skiptingar hjá Ía, Vigdís. Dagný gerir þetta vel og þarna vilja hann Skagakonu fá innkastið. Ég er nokkuð sammálaði. Þetta Lilja Björg Ólafsdóttir er að koma inn á og María Björk Ómarsdóttir held ég. Og Lilja Björgun og svo sem einn, ég hefði nú getað nefnt hana líka á hann í því að geta breytt leikjum, því líku skotmaður af löngu færi þar sem að Ía er að fá þessi færi sín marktækifæri ef það má kallaðu það, utan að velli. Þá er Lilja Björg alveg klárlega búin að sýna okkur það á Ía TV að ef það er eitthvað sem hún getur þá er að lúðra af löngu færi. Blikar núna aðeins að pressa. Írena rekinn tilbaka. Á Eyrunu. Frábær varnarvinna þarna hjá Marey. Dagný tilbaka á Anítu. Pressa á hana. Bara pollróleg Bryndísi aftur á Dagný. Dagný síðan með langan bolta upp í vinstra horni. Unnur Ýr. Aðeins svo langt fyrir hana. Þá kemur skipting hjá Ía, Lilja Björg fyrir Erlu Karítas, markaskorara Ía. Bryndís rekin örlítið tilbaka. Lilja Björg Ólafsdóttir komin inn á miðuna. Rún. Deinas frábær pressa hjá henni, togað síðan í hana en leikurinn heldur áfram. Sendingin inn fyrir Veronika Líf. Veronika reynir fyrirgjöfina, það voru 2 fyrir þarna og hotspyrna og gult spjald á Hugrúnu væntanlega. Já, hann hefur verið að beita einfallega hagnaðarreglunni þarna. Nú er Rósónu verið það. Hugrún fyrsta gula spjaldið í leiknum.
Og já, Lilja Björg tekur hornspyrnuna. Kemur með hann inn á fjarstöngina, skalla frá, boltinn laus í teignum. Unnur Ýr reynir að, hún þarf að teygja sig í hann hérna. Unnur Ýr Haraldsdóttir að ógna. Náði ekki að hreinsa þetta frá almennilega. En býtum við, hér Unnur þarf að teygja sig fullmikið í hann hérna, nær ekki að stýra á markið. Birna kemur þá upp hérna vinstra megin. Miklum spretti, Harpa með henni, Harpa fær hann. Setur hann áfram á Vigdísi, Aníta til varnar og þá er það hornspyrna líka. Já, hérna, maður er bara staðan á fætur hérna. Þetta er það spennandi. Það er hérna jafnöldurnar, Margrét og Vigdís taka þetta saman hérna. Vigdís, Veronika pressar á, Margrét kemur með boltan fyrir. Skallaði upp í loftið. Dagný kemur þess út úr teignum. Lilja á Daunu. Dauna með sendingunni inn fyrir. Þarna hefði Védís verið ein á móti Bryndísi ef að Eyrún hefði ekki lesið þessa sendingu. En Eyrún kemur bara á ferðinu upp í hægra hornið. Kemur boltanum fyrir markið og það er aftur fyrir af Dagníu og hornspyrna önnur frá Blikum. Já, og maður var bara búinn að sakna þess, ég get sagt ykkur það, maður var búinn að sakna þess að upplifa þessa stemmingu, þessa spennu hérna úr myndverunni hjá okkur. Kemur boltinn inn á teiginn, Þyrí reynir að skalla, nær ekki að sneiða honum í áttina markinu. Harpa setur hann aftur út. Kemur boltinn aftur inn á teiginn, hann er laus, Vigdís í baráttunni, kemur skotið þarna frá Brynju, en það er laust og beint í fangið á Anítu. Það má varla líta að þessum leik núna. Marja Björk býður enn eftir að komast inn á. Bryndís setur hann langan fram. Eyrún hreinsar frá. Beint á Hörpu. Þeir eru aðeins að opnast. Eða aðeins, þetta er að galopnast hérna. Bryndís togar og þá væntanlega. Nei, þeir ætla að býða með skiptinguna. Birna. Og Þyrí tilbaka á Hildi. Yfir á Eyrúnu, Eyrún fram á við, þar er Írena með flotta hreyfingu hérna fram hjá Mariu. Védís kemnar ekki að stoppa hana, sendingin inn fyrir Margrét Lea, Margrét með smá takta hérna, leggur hann aftur út hér á Þyrí en boltið, skotið hátt yfir og fram hjá. 4 mínútum bætt við. Sé ég hér aðstoðardómarann gefa merki á bekkina. 4 mínútur eftir. Er 1 mark í viðbót. Aníta losar hann langt, beint á Deinu. Setur hann á Védísi, Védís með smá pláss hérna, Unnur Ýr einnig fyrir framannina. Hún leitar aftur inn á miðuna, reynir að senda hann í gegn en gengur ekki. Hugrún á Eyrúnu, Eyrún síðan losar hann upp í hægra hornið. Þar er Vigdís, þar eru hérna 3 Blikakonur. Vigdís kemur honum fyrir markið en Aníta Sól rétt kona á réttum stað. Aníta búin að vera virkilega traust í þessum leik. Sem eru mjög góða fréttir fyrir Ía en frábært sprettur hjá Birnu. Birna komin í skotfæri, Aníta slær hann út í teiginn og þetta er hreinsað frá að þessu sinni var það Dagný Halldórsdóttir sem að kom honum frá. Jesús minn, hvað er þessi leikur að fara? Sjáu þennan spretti á Birnu. Frábærlega gert. Og Aníta gerir vel og Dagný gerir rest. Védís Agla. Þvílíkur er seinni hálfleikur hérna eins og fyrri hálfleikurinn svona olli vonbrigðum á stórum köflum að þá er bara síðara hálfleikum að vera stórkostleg skemmtun. Védís vantar einhverja aðstoð hérna Dagný, losar hann fram. Unnur Ýr var sennilega fyrir innan, þetta er skalla frá. Eyrún ætla Blikar að hafa yfirhöndina hérna þessar örfáu mínútur sem eftir eru. Það er rétt rúma 2 eftir að uppbúta tímanum. Vigdís. Aftur komin örlítið framar á völlin heldur hún var komin hérna aftarlega á miðuna, kemur langur bolti fram. Deina vinnur boltan, kemur honum áfram, Unnur Ýr, hún er 1 á móti 4 hérna, Veronika Líf kemur á eftir, Lilja Björg einnig, hún er rekin tilbaka, Védís
Meðan langan, Lilja Björk eltir, hún kemst á umdar og breytist, hún kemst fram og breytist og Lilja Björk, Ólafsdóttir varamaður, kemur í yfir og það hún tryggir þeim sigurinn hér með þessu marki. Ég ætla bara að segja, ég sagði það þeirri, 1 mark í viðbót og þau verða ekki fleiri. Frábærlega gert, þvílík spenna í þessu leik og þetta bara rúsinan í pilsu endanum hérna. Lilja Björk af miklu harðfylgi, frábær sending frá Védís Öglu. Skulum sjá þetta aftur hérna. Þvílík spenna og dramatík í þessu leik, þessi sending, þetta hlaup. Nær að vera undan Bryndísi, Hugrún kingsar hérna og setur hann yfir línuna með hægri fætinum. En þetta kannski ekki búið. Ég hef nú aldrei verið þekktur fyrir að vera með mikla spádómsgáfu, en það mínúta eftir. Og Blikar henda öllu fram núna hérna væntanlega. Írena. Marey til varnar. Marey gerir þetta vel. Ekki dæmt. Marey kemur þessu lengra frá. Þyri. Írena. Nær ekki komast í boltan. Þetta smá fát á þessu núna hérna. Marey setur hann út fyrir. 30 sekundur. Sprettur, Vigdís nálgast vítateiginn, Bryndís nær að komast í boltan, Birna leggur hann tilbaka, sendingin upp í vinstra hornið og þessi endar út af, þetta akkurat það sem Ía þarf. Nú þarf Eva bara að gefa sér góðan tíma, boltastelpurnar aðeins og snöggar að senda boltanum á hana, uppbóta tíminn, uppgefin liðinn. Eva gefur sér góðan tíma. Kastar þessu fram, Deina, missir boltan út af, innkast. Já, hversu miklu bætt við út af þessu marki. Þær þurfa að halda fókus hérna, boltinn inn fyrir á Vigdísi. Eva María og Veronika til varnar. Vigdís kemst ekki fram hjá Evu Maríu sem að kemur hún síðan á Veroniku Líf. Veronika á Deinu, hún þarf bara að koma þessu upp í horni hérna og vinna innkast, þetta frábærlega gert. Hérna fyrir framan mig eru ungar fótboltastelpur alveg reynd að farast úr spenningi. Þær vilja fá loka flauti sem fá hérna og Ía vinnur sinn fyrsta leik í Lengjudeildinni 2021 og það í sínu fyrsta heimaleik, þvílíkt sem að þetta skiptir miklu máli, ekki síst miðað við spá liðana fyrir þessari deild og spá fjölmiðla fyrir þessari deild að komast í 3 stig strax í annari umferð. Vegna þess að ég hef grunum að þessi deild eigi eftir að spilast gríðarlega jafnt. En ég ætla að segja það, Ía átti fyllilega skilið að vinna þennan leik með við hvernig þær spiluðu seinni hálfleikinn og stóran hluta af fyrri hálfleik. Sýndu gríðarlegan karakter, gríðarlegan vilja. Við skulum rifja upp mörkin af Vigdís Lilja Kristjánsdóttir sem kom augnabliki yfir með þessu stór glæsilega marki hér. Sláinn inn. Við kannski ættum að fá að leyfa myndunum af vellinum að lifa í smá stund. Hér fagnað sem undanfarin ár hefur bara gerst allt og sjaldan í kvennaboltanum. Já, og karlaboltanum svo líka, en ekki það. Hér eru sáttar. Skagakonur að fara að taka einhvern fagnhring hérna. Skulum leyfa því að lifa. Þannig að sjá einmitt Jacqueline Purcell með síman að taka upp. Leikmaður sem í miður verður ekki með í sumar. Hún er ófrísk. Óskum minni að sjálfsögðu til hamingju með það.
stórkostlega gaman að fylgjast með þessu. En þá ekki bara viðeigandi að við fáum Skagamörkin hérna Erla Karitas Jóhannesdóttir á 72. mínútu. Veronika Líf með frábæra sendingu inn fyrir á hana hérna. 1 touch, út við stöng, algjörlega óverjandi, frábærlega gert. Og það var síðan Lilja Björg Ólafsdóttir sem að sjáuð frábær sending frá Védís Öglu og mikið harðfylgi hérna á undan Bryndísi, Hugrún óheppin hérna en svona típist mark fyrir svona spennuleik. Og hér úr góðaverinu á Akranesi ætlum við að þakka kærlega fyrir okkur hérna, kannski rétt að minnast á að loka tölur í leik FH og Gróttu 3-1 fyrir FH, sömu tölur 3-1 fyrir Afturheldingu gegn Víkingi Reykjavík í Víkinni. En Örn Arnarsson heiti ég og með mér í þessari útsendingu var Ingimar Elvar Ágústsson sem að sá tæknimál og stjórn útsendingar og Snorri Kristleifsson sem að var á myndavélinni. Við minnum á næstu beinu útsendingu okkar sem er á föstudaginn klukkan 19:15 þegar Kári tekur á móti KVF í annarri deild karla. Þangað til, þá ætla ég að biðja ykkur að bara hafa það sem allra best áfram í A. Takk fyrir okkur.